Íslenska pílukastsambandið var stofnað árið 1985 og í dag eru 7 félög með aðild að sambandinu, meðal annars Píludeild Þórs á Akureyri. Markmið sambandsins er meðal annars að auka áhuga á pílukasti og gera sem flestum kleift að stunda þessa íþrótt sem hentar mjög breiðum hópi iðkenda. Já, pílukast gengur út á, þegar eru reyndar 3 leikir í pílukasti. Vinsælasti leikurinn er 501, svo er 301 og svo krikket. Eru margir á Íslandi í þessari íþrótt? Ég held að það sé 160 manns yfir allt landið. Og hvernig berst þessi íþrótt til Íslands? Sko, hún byrjar með nokkrum fyrir sunnan í kringum 1985 og kemur hérna svo og styrkist með kananum upp á velli. Þar spiluðu margir Íslendingar og þar var það svona til ákveðin stemming og hún helst enn það í dag. Sko, pílukast er til margra hluta nytsamlegt. Í fyrsta lagi þá er pílukasti höfðunaður. Þannig að ef þú ert örg eða argur getur ekki mikið í pílu. Þeir sem eru rólegastir, þeim gengur yfirleitt best í pílunum. Yfirleitt. Pílukast hefur líka verið notað í skólum eins og út í Bretlandi. Þetta er notað til þess að hjálpa krökkum til þess að læra margföldunartöflur af því þú lærir margföldun, frádrátt og samlagningu. Og það er einmitt okkar ósk, eða já, nú verður það alveg, nú brennur þetta á okkur að koma pílu inn í skóla sem dæmi. Við hjá Píludeild Þórs, við erum með æfingar fyrir krakka eða unglinga á mánudögum og miðvikudögum, frekar lágt gjald, þannig að allir ættu að geta komið og verið með. Og erum að reyna að komast að svona barna- og unglingastarfi bara yfir allt landið. IPS, sem er Íslenska pílukastsambandið, við erum að svona reyna að ganga inn í ISI og þetta er eitt af kröfunum að við séum með barna- og unglingastarf. Og þetta er bara rétt að fara af stað. Ég og maður minn fórum á Lauga til þess að setja upp spjald þar og hjálpa krökkunum af stað. Og vonandi bara getum við komið pílukasti af stað á sem flestum stöðum. Vegna þess að þetta er ótrúlega frábær leið til þess að læra bara svona, þetta er pínulítið svona mindfulness. Þetta er svona núvitund sem þú verður að vera hér og nú. Ef þú ert að hugsa um eitthvað annað þú ert að kasta, heitir ekki. Svo þetta verður að hafa smá mið líka. Það er ekki verra. En þessi íþrótt, hún hentar kannski breiðari hópa heldur en margar aðrar íþróttagreinar eða hvað? Já, það er til dæmis eins og Íslandsmeistarinn sem hefur oftast verið, hann er 71 árs í dag og við erum ennþá erfiðleikum með hann. Þannig að þetta hentar alveg frá unglingsaldri og alveg upp úr. Það er bara svoleiðis. Og fólk getur komið inn hvenær sem er, aldrei á seint að byrja. Og við erum með æfingar hérna í Þórsstúkunni á mánudögum og miðvikudögum kl. 8. Fyrir eldri hópin. Fyrir eldri hópin, já. Og ég sem dæmi, það er ekki nema 3 ár sem ég byrjaði að æfa pílu. Og ég kom í landsliði. Þið í landsliðinu eru að fara að keppa eða ekki einhvers staðar? Við erum að fara til Tyrklands núna 19. október á heimsmeistaramót. Og eru margir sem eru á svona heimsmeistaramóti? Hvað ætli sé margir í heildina? Við erum nú bara 8 keppendur frá Íslandi en þetta er náttúrulega bara ótrúlega... Já, þetta eru 100 keppendur. Að minnstakosti. Já, minnstakosti. Þú stjálfarar og liðstjórar. En það eru spennandi tímar í pílukast á Íslandi framöndan. Þokkalega, sko. Og bara vonandi þá verður þetta stærra og stærra og stærra. Íslenska pílukastsambandið heldur 5 Íslandsmót á ári hverju en helgina var Íslandsmótið í krikket haldið á Akureyri. Pílukast reynir öðruvísi á keppendur en margar aðrar íþróttagreinar en til að ná árangri í íþróttinni þarf meðal annars að hafa góða einbeitingu og rökhugsun. Já, við förum aðeins yfir búnaðinn, þá erum við með pílur, 3 og það skiptast í odd og legg sem menn geta haft mismunandi stóra og svo fjaðrir sem geta haft að ýmsum. Það er ýmsar útgáfur á höðrum. Ef við förum aðeins í spjaldið þá er þetta einföldurreitirnir sem við köllum, þannig að þessi gefur hérna 20, þessi er þrefaldur, þannig sem þess gefur 60 og þessi tvöfaldur gefur 40. Í 501 þurfum við alltaf að enda á tvöföldum og ef við hefum til þess 32 eftir, þá þurfum við að enda hérna 216. Þetta er hæst í tvöfaldurreiturinn hérna í miðjunni og það er 50. Þannig sem 225.
Hæsta útskot til dæmis í 501 er 170 og það er þá með því að hitta 2 sinnum í 3x20 og enda á búli. Og þetta hafa Íslendingar gert á Norðurlandamóti í tvímenningi og þá unnuður tvímenningi í Finnlandi og eiginlega mest afrek Íslendinga á erlendi grundu í pílukasti. En í krikket það aftur þannig að þá erum við að loka tölum frá 20 niður í 15 og svo búlið sem við kallum miðjuna. Og þá þarf að hitta 3 sinnum í hverja tölu til að loka. Ef þú ert ekki með loka þá er hægt að skora á þig á meðan ef hinn er búinn að loka.